Fyrra Pétursbréfið 4. kafli. Eins og því Kristur leið líkamlega, svo skulu þér og herklaðast sama hugafari. Sá sem hefur liðið líkamlega er skilinn við synd. Hann lifir ekki framar í mannlegum fýsnum, heldur lifir hann tímann sem eftir er að vilja Guðs. Nógu lengi hafði þér gjört vilja heiðingjana og lifaði í saurlifnaði, gindum, ofdrykkju, óhófi, samdrykkjum og svívirðilegri skurðgoðadýrkun. Nú furðar þá að þér hlaupið ekki með þeim út í hið sama spillingardíki og þeir hallmæla yður. En þeir munu verða að gera reikningsskil þeim sem reiðubúin er að dæma lifendur og dauða. Því að til þess var á dauðum boðað fagnaðarerindið að þeir þótt dæmdir væru líkamlega með mönnum, mættu lifa í andanum með Guði. En endir allra hluta er í nánd, verið því gætnir og algáðir til bæna. Umfram allt hafið brennandi kærleika hver til annars, því að kærleikur hylur fjölda synda. Verið gestrisnir hver við annan án möglunar. Þjónið hver öðrum með þeirri náðargáfu sem yður hefur verið gefin, sem góðir ráðsmenn margvíslegrar náðar Guðs. Sá sem talar flytji Guðs orð, sá sem þjónustu hefur skal þjóna eftir þeim mætti sem Guð gefur, til þess að Guð vegsamist í öllum hlutum fyrir Jesú Krist. Hann er dýrðinn og mátturinn aldir alda. Amen. Þér elskaðir, látið yður eigi undra eldraunina sem yfir yður er komin yður til reynslu, eins og yður hendi eitthvað kynlegt. Gleðjist heldur þér takið þátt í píslum Krists, til þess að þér einni megi gleðjast miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Sælir eru þér eru smánaðir vegna nafns Krists, því að andi dýrðarinnar, andi Guðs, hvílir þá yfir yður. Enginn yðar líði sem manndrápari, þjófur eða illvirki, eða fyrir að hlutast til það eða öðrum kemur við. En ef hann líður sem kristinn maður, þá fyrirverði hann sig ekki, heldur gjöri Guð vegsamlegan með þessu nafni. Því að nú er tíminn kominn að dómurinn byrja á húsi Guðs, en ef hann byrjar á oss, hver munu þá verða afdrif þeirra sem ekki hlýðnast fagnaðarerindi Guðs? Ef hinn réttláti naumlega frelsast, hvar mun þá hinn óguðlegi og syndarinn lenda? Þess vegna skulu þeir sem líða eftir vilja Guðs fela sálir sínar á hendur hinum trúaskapara og halda áfram að gjöra hið góða. Fyrra Pétursbréfið 5. kafli. Öldungana yðar á meðal áminni ég, sem einnig er öldungur og vottur písla Krists og einnig mun fá hlutdeild í þeirri dýrð sem opinberuð mun verða. Verið hirðar þeirra hjarðar sem Guð hefur falið yður. Gætið hennar ekki af nauðung, heldur af fúsu geði og Guðs vilja. Ekki sakir vansæmilegs ávinnings, heldur af áhuga. Þér skuluð eigið drottna yfir söfnuðunum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þá munu þér, þegar hinn æðsti hirðir birtist, öðlast hann dýrðar sveig sem aldrei fölnar. Og þér yngri menn verið öldungunum undirgefnir og skríðist allir lítilætunum hver gagnvart öðrum, því að Guð stendur gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. Auðmikið yfir því undir Guðs voldugu hönd, til þess að hann á sínum tíma upphefji yður. Varpið allir áhyggjur yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullinn, gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleypt. Standið gegn honum stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífu dýrðar, mun sjálfur þér hafið þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öfluga gjöra. Hans er mátturinn aldir alda. Amen. Með hjálp Silvanusar, hins trúa bróður í mínum augum, hef ég stuttlega ritað yður þetta, til þess að minna á og vitna hátíðlega að þetta er hinn sanna náð Guðs. Standi stöðugir í henni. Yður heilsar söfnuðurinn í Babylon, útvalinn ásamt yður, og Markús sonur minn. Heilsið hver öðrum með kærleiks kossi. Friður sé með yður öllum sem eruð í Kristi.